Já, þetta fylgdi fríblaðamarkaðnum held ég svolítið. Blöðin fór að þynnast og verið að keppa á einhverjum allt öðrum forsendum heldur en að veita að fólki dýpt og einhver innsýn, sko. Það vantaði, fór bara í það að keyra þetta áfram og virðist vera á einhverjum tilkynningum frá einhverjum fyrirtækjum, bara sendar tilkynningar í blöð og þær birtar, sko. Það eru rauninni lesandinn mjög vanmetin í íslenskum fjölmiðlum. Það er algjört vanmat á okkur lesendum að við nennum að lesa endalaus greinar Paris Hilton eða Miley Cyrus og það sem þú fylgist með einhvern smástyrnum nánast allan daginn. Fjölmiðla stjarnan sem fjölmiðlarnir framleiða sjálfur, hvaða skóstærð viðkomandi notar og hver uppáhalds kekstegundin. Alls konar svona dálkar mættu bara fara, finnst mér. Af því maður hefur þetta annars þegar maður hefur áhuga á því. Og ég langar ekki að borga fyrir það, að fá það að kaupa ég síðan hirtur eitthvað bara. Mér finnst vantað lengri greinar, meiri svona samantektir, gott dæmi til dæmis niðurskurður á heilbrigðissviðinu, niðurskurður sem á að vera á öllum sjúkrastofnunum á landsvísu. Af hverju má ekki fækka hjúkrunarfræðingum? Og af hverju má ekki þetta og þetta sem pólitískt rangt að spyrja? Ég hvergi séð ennþá bara góða opnu sem að fjallar þetta allt á einhvern góðan og gagnrýninn hátt sem að getur svona summerað fyrir manni hvað málið fjallar. Mig vantar einhverja svona spurningar, grundig spurningar af hverju þetta er svona og þetta er svona. Og æsingarlausa umræðu. Og það sem að menn bara ræða málin málefnalega. Maður er aldrei þreyttur á þessu karpi sem fer alltaf út í einhverja vitleysu og öfgar. Bara sem dæmi núna þetta með trúboð í skólum. Þetta fara út í tóma vitleysu. Ég ekki að ræða svolítið bara vera svolítið einbeittur í umræðinu og ræða bara hnýtnöðu það sem að málið snýst